Já, góður árandur, verið velkomin í Skautavöllin í Laugardal. Við erum hér að fara að horfa á borgarslag á milli Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í meistaraflokki karla, hestdeild karla. Við ætlum að renna hérna í fljótheitum yfir liðin og við byrjum á gestunum hjá Fjölni. Númer 35 Arnar Sigurðsson, númer 2 Jón Alm Helgason, númer 9 Róbert Freyr Pálsson, númer 25 Hilmar Benedikt Sverrisson, númer 33 Úlfar Andrésson, númer 19 Kristinn Albert Kristinsson, númer 15 Aron Knútsson, númer 88 Tómas Stúti Vídal, númer 8 Steindór Ingason, númer 17 Jaroslav Síká, númer 14 Hjalti Geir Friðriksson, númer 91 Mikael Skúli Atlason númer 18 Drú Barr, númer 7 Sölvi Snæra Ílsson, númer 84 Viktor Jan Mojsek, númer 21 Orri Grétar Valgeirsson, númer 12 Viktor Örn Svavarsson, númer 6 Kristján Hróar Jóhannesson, númer 29 Emil Ollengård, númer 86 Hilmir Ingvarsson. Það voru heimamenn í Skautafélagi Reykjavíkur. Þar númer 80 Ævar Þór Björnsson, númer 1 Aron Leví Beck Rúnarsson, númer 12 Pétur Andreas Smokk, númer 34 Miloslav Rasanski, númer 18 Sölvi Freyr Atlason, númer 23 Kári Arnarsson, númer 22 Bjarki Reyr Jóhannesson, númer 74 Kári Guðlaugsson, númer 6 Markús Máni Ólafsson, númer 51 Níels Þór Hafsteinsson, númer 52 Gunnlaugur Þorsteinsson, númer 9 Axel Snær Orogan, númer 24 Robby Sigurðsson, númer 7 Benedikt Bjartur Olgeirsson, númer 40 Þorgils Máni Eggertsson, númer 11 Styrmir Steinn Mokk, númer 14 Ómar Freyr Söndursson, númer 2 Daniel Steinþór Magnússon, númer 95 Jóhann Már Kristjánsson, númer 26 Daniel Jan Otuma. Númer 74 Kári Guðlaugsson, númer 6 Markús Máni Ólafsson, númer 51 Níels Þór Hafsteinsson, númer 52 Gunnlaugur Þorsteinsson, númer 9 Axel Snær Orogan. Já, þeir sem hafa fylgst með deildinni í vetur hafa eflaust fylgst með leik Fjölnis og SR sem var seinasti leikur sem þessi tvö lið spiluðu. Þar fór SR með sigur á Hólmi 9-1 en þar voru Fjölnismenn frekar fáir en SR hins vegar vel skipað. En mér sýnist svona á öllu að Fjölnir hafi náð vopnum sínum og ég á vona á hörkuleik hér í kvöld. Já, Helgi Páll Þórðarsson heiti ég og mun lýsa atvikum svona eins vil og ég get. Það er vert að benda á vefsíðuna úrslit.ihi.is svona fyrir þá sem vilja fylgjast með tölfræðinni. Við erum ekki alveg komin með beina textalýsinguna þar eins og í hídrakerfinu sem við notum en hún er væntanleg. En það hefur auðvitað allir að horfa á þetta streymi. Það sem ég og Jóhann Tyrone verðum hér öllum hnútum kunnugir. Já, það er orðið svolítið síðan að það var meistaraflokksleikur. Það var hálfum mánuður síðan eða svo. En það útskýrist að vissu leyti af Four Nations mótinu sem var haldið hér sem var mót U18 kvenna. Það náði Ísland að vinna eitt leik í framlengingu á móti Stóra Bretlandi. Svona við höfum það í huga að í Stóra Bretlandi eru 11.000 iðkendur í íshokkí. En ætli sé ekki svona rétt undir 700 á
á Íslandi. Það er stóðu þessi fyrna vel stelpunar. Dómarar kvöldsins eru komnir að sigla inn á ísinn. Það er Sindri Gunnarsson sem er aðaldómari í kvöld. Og með honum er Óli Þór Gunnarsson og Elva Hjálmarsdóttir. Nú er bara rétt undir 3 mínútum þangað til að leikurinn hefst. Liðin fara að detta hérna á ís og við förum bara að detta í gír. Búið er að skipta stúkunni hér í Laugardalnum. Við erum nokkur hólf. Þannig að fólk getur komið hér og setið og horft á leikinn án þess að fara í hraðpróf. Það er sterklega mælt með því að fólk kaupi miða á Stubb, sem er app sem hægt er að sækja í helstu hugbúnaðar verslanir á netinu fyrir bæði iPhone farsími og Android. Það væri til stórsniðugt og þið getur það líka keypt miða á leikinn og sleppti að mæta. Það er líka í lagi. Og horfa bara heim í stofu og hlusta á mig þylja þennan leik. Og svona fyrir ykkur sem er búin að vera að fylgjast eitthvað með NHL í gegnum árin og hafa verið að fylgjast með NHL núna í vetur, þá er hinn stórkostlegi leikmaður Alexander Ovechkin að gera heiðarlega atlögu að því að slá markamet Wayne Gretzky. Það er að segja flest skoruð mörk að með minnir á ferlinum. Og það er ekki lokað fyrir það skotið að hann nái því. Og við sjáum hér eftirringarna. Hér eru komnir inn á ísinn. Og Fjölnir dettur hér líka. En það eru bara rétt 40 sekúndur að hóttala pökkurinn á þetta í ísinn. Mér sýnist Esseringar hafa náð að draga fram allavega 2 gamla drauga, annars vegar Robby Sigurðsson og Miloslav Razanski, sem er held í að spila sem fyrsta leik í vetur. Hann hefur verið að glíma við þrálát nýjameiðsli og Robby er hér nýkominn frá Bandaríkjunum eftir einhvers konar vinnuútlegð. Mér sýnist í fljótu að Arnar Sigurðsson sé að fara að standa hér á milli stangana í fjarveru Atla Snæs. Þannig að við eigum von á hér hörkuleik. Nú fáum við hér uppkast bara eftir augnablik á miðjunni. Einnig var skemmtilegt að sjá þjálfara Fjölnis Emil Ollengård klæða sig í gallan og spila með sínu liði hér í kvöld. Það var skemmtilegt að fylgjast með því.
Fyrir forveitna þá hann númer 29 svartur treyju. Og hér fáum við fyrsta uppkast. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta, nema það Axel sem nær hérna pekkinu strax í uppkastinu og skýtur á hann Arnar hérna í markinu. Arnar grípur hann smá tíma til þess að koma pekkinum í leik. Sindri hefur gefið honum smá tiltalana og við fáum uppkastinn í varnarsvæði Fjölnis. Það er Fjölnis sem vinnur þetta uppkast. Það kemur Robby. Áfram. Þá eru Arnar að henda pekkinu niður. Eskfirðingar ná hér strax bara dundur skot í þverslána út. Annað skot. Eskfirðingar eru ekkert að grínast hérna, þeir eru bara strax konur í business. Robby á okkur róta niður. Smá vandræðum með hvert hann að gefa. Úlfar Níels sendir á Mílos hérna siglir inn og hann tekur Reynardagarar rétt fipast í skotinu. Hér kemur Aron Knúts á fleygiferð. Þorgils með pökkinn hérna, hann að snúa hann af sér, missir hann reyndar hérna. Daniel frá Níels og Þorgils aftur. Sendi hérna upp á Robby. Það er Styrmir Mó sem tekur pökkinir inn. Fjölnismenn koma hérna nokkri saman í vörnina. Daniel Steinþór reynar að komast bak við markið en á að stoppa hann hana. Kemur Emil. Hann skautar hérna stað. Reynar að senda ykkur fyrir Daniel Kentina. Kári Gullur reynir hana innskotin, hittir nú bara gaman félaga sinn, Viktor Sáðarsson. Sölvi. Svona Viktor. Nú kom pekkinum náfram. Pekkinum stettur, engin fristing. Bjarkir hérna kemur undan marki á siglingunni. Sendir hérna yfir á Markus. Markus hérna yfir rauðu. Reynir að koma pekkinum áfram en lendir hérna bara á einum hressum Fjölnismanni. Ekki verið hann Sölvi fyrir Atlason. Það er Hjalti Geir. Það er óta niður aðeins. Hjalti Geir yfir. Þannig að sendi ykkur yfir. Það er Emil. Pökkinn yfir. Kemur Róbert. Heldur pekkinu niðri. Þannig er Emil. Mílos komur hana í buttandi vörn. Hér kemur Mílos. Á fleygiferðinn. Reynir sendingu fyrir á hann Axel sem lúrði hann fyrir framann. Þá kemur lúmst skot á markinu. Robby með vald á pekkinu minna. Sendingu yfir. Kristján. Lung sendingu niður á Robby. Robby eitthvað fipast á fótónum hana. Viktor tekur pökkinn. Lung sendingu yfir. Það er Úlfar. Hann droppa pekkinum hana mjög tæpur á bláu línunni. Steindór Ingólfsson í barátturana niður í horninu á móti Kára. Gunnlaugur Níelsson hérna í Stanley Steindór. Tekur bara skotið og frákast.
Fínt skoti á Daniel Steinþór og vel fylgt eftir að Robbie. Smáta ratans hérna kringum markfjölnismanna. Ómar Freyr Söndursson er að stoppa sóknina í Fjölni hérna með því að senda pökkinn aftur inn. Bjarki hérna snýr. Reynir hann að senda ykkur á Ómar en gekk ekki. Hér kemur Aron Knútsson. Hendur á Sölva. Aftur á Aron. Fínt spil hjá þeim. Engin ísing hér. Axel setur beint fyrir. Markus reynir hann að stungu sendingu fyrir. Sölvi Allarsson var ekki alveg viðbúinn þessu. Áfram með Markus alltaf pekkinu niðri inn í svæðinu. Bjarki og Sölvi og það er Axel löng sendingu fyrir. Markus Káris tekur hann að skot. Endaði nú í honum Arnar í markinu. Bjarki skot. Hann lendir hann í varnavegnum hjá Sölvi. Það Fjölni sig. Kári reynir hann að senda stungusendingu fyrir. Gekk ekki alveg. Hér er Mílos kominn pökkinn. Sendir yfir og það reynir hann að skot. Lendi hann í vörninni hjá Fjölni. Emil. Hann drar á pekkinum, sendir Axel nær pekkinum og sendir á Mílos. Mílos kemur á flegi fyrir hérna og hann tekur bara negluna bara. Pökkurinn laus hérna við hliðina á. En varnarmenn Fjölnis hérna vel vakandi. Uppkast. Það er Fjölni sem vinnur þetta uppkast. Það var Jón Albert sem náði stjórnina þarna. Pökkurinn berst í hendunum á Kára Guðlaus. Reynir að koma pekkinum áfram en lendir hérna í Fjölnismanni og skoppa tilbaka. Robbie Páls sendir hérna yfir á Úlfar. Úlfar, löng sending þvert yfir. Ari Kári. Robbie reynir að sendinga á Kristinn Lambert en komist inn í það. Tómas náði pekkinum en lenti á Kára Guðlaus. Daniel Steinþór. Hann skautar bara áfram hérna og tekur skotið rétt framhjá. Þeir í baráttunni hann að tveir Markus og Aron. Daniel Steinþór. Hann bara kemur á siglingunni. Auðan í sérumbil. Reynir hann að skot og þröngu færi. Það er ekki alveg. Bjarkinn er stjórn á pekkinum. Axel gefur pekkinum inn í svæði. Viktor. Þetta er yfir á Sölva. Þetta er yfir á Viktor. Hérna Aron Knútsson. Reynir langa sendingu yfir á Sölva en þeir komist inn í það. Já, mér sýnist Óli Þór línudómari er að dæma hér ástæðningsrangstöðu. Þá eru uppkastið tekið í varnarsvæði þess lið sem gerði rangstöðu. Og við fáum hér uppkast í svæðinu. Það er Esteríka sem vinna heftu uppkast að ná hann að skoti. Axel, hann er gert ná að vilja skjóta pekkinum og skora. Hann reyndi það þarna. Það lendi hann í vörninni hjá Fjölni. Mílos yfir á Þorgils. Þorgils inn að langa sending og Axel hér siglir upp.
sem fipast í skotinu. Bökkurinn ennþá í höndunum Axel. Aftur hann í höndunum Axel. Jæja, Kári. Þorgils, Miloslav, skot. Og fer í þverslána og út af. Já, Esteringar búin að vera heldur sóknjarvari núna fyrstu 10 mínútur eða svo. Góðum uppkast. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Nú komum tekkinum áfram en Níels. Ekki Níels. Kemur á Gulla Vinsinn. Úlfar. Hann kemur inn í honið. Hann er með vald á pekkinum minna. Það rennir sendingu fyrir. En þar eru margir Esteringar fyrir. Fjölnismenn, fín sókn hjá Fjölni, fyrirtakssending Jón og Kristinn Albert. Nú fáum við uppkast í varnarsvæði Esteringa. Það er Esteringar sem vinna þetta uppkast. Bjarki með Aron Knúts á bakinu. Stungu sending á Styrmi Mokk. Það er á Danliði Steinþór. Þannig að koma pekkinu djúpt niður. Það er Pétur Mokk. Það er Styrmi bróðar hans. Þeir náðu valda pekkinu. Hvað gerir Pétur? Og yfir! Bjarki yfir á Pétur aftur. Það er Pétur sem er að Bjarka. Bjarki. Já, hann misti pökkina út fyrir bláu línuna og fyrir Esteringar rangstaða. Það kemur hann að biðja rangstaða og við heyrðum öll í honum Óla Þór sem kallaði þetta hátt og snjallt. Hér kemur Emil Ólingor alveg á siglingunni. Eitthvað missefnaði sendingin hjá honum. Áfram ná Fjölnir sem er stjórn á pekkinum rétt fyrir utan svæði Esteringa. Þorgils. Missir hann pekkin frá sér. Axel, dýður pekkinu bakvið, aftur Þorgils, Axel leggur á stað. Það er að komast inn í gegnum alla en tekst illa. Sölvi, sendir pekkinu bara niður. Nú eru Fjölnir konur með stjórn á pekkinum í svæðinu. Já, þeir eru konur hér. Fjölnir Níels og Robby hérna að pressa Úlfar. Aftur biður hann staði hér. Hjalti Geir. Nú er á Robba. Kristján Albert. Sendir hérna á Úlfar en Úlfar náði ekki alveg valda pekkinum. Robby hendi pekkinu bara niður. Fjölnir fristi pökkinn. Við fáum uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Það er Esteringar sem vinna þetta uppkast. Sending hjá hann á Styrmi hérna. Robby sendir Úlfar. Úlfar sendir á Aron Knúts. Aron Knúts yfir á Kristinn Albert. Hér er Kristinn Albert á flegi ferð. Hann tekur skotið. Ágætlega var í Ævari. Pökkurinn skoppar út. Danliði Steinþór. Stungu sending á Styrmi Mokk. Steindór Engarsson. Emil frá Emil. Emil er að koma pekkinum aftur á Steindóren. Eitthvað missann þessu sending. Steindór fer bara að sækja pökkinn sjálfur. Hann sendir yfir á Aron Knúts sem kemur hann á siglingunni. Það eru Guðlaus á mót honum. Það er að skópla pekkinum út.
Björn Drangstada. Já, ekkert mark, engar refsimínútur. Það líkur allt í loftinu hérna. Hjalti Geir kemur pekkinum inn. Það Bjarki. Sendir pekkin yfir. Það var á Kára. Kára misti aðeins að pekkinum að sér. Hann sækir bara pekkin sjálfur. Ekkert að hingra til þessu. Flott sending yfir á Axel Órungan. Hann náði ekki alveg að ég held að hún bara brugði við að fá sendingum svona fína. Hjalti Geir, hann er einn og yfirgefinn hérna inn í svæðinu hjá SR. Stungustöku Axel, hvað ekki Axel? Skot á mark! Við fáum endursýningu á þessu spili. Við skum á þessu strax hérna og sendingin kemur og bang! Vestfirðingar eru snöggir að snúa stöðunni við. Snöggir að sækja. Já, það liður ekki nema svona cirka på 10 sekúndur frá því ég sagði að það var ekkert mark komið, þá var það komið mark. Og mjögkast. Það er Vestfirðingar sem vinna uppkastið. Þorgils sendur á Mílos. Mílos spilandi vörn hérna. Stungusending á Níelsson, hann kemur pekkinum inn. Níels, stökki fyrir. Vörnin hjá Fjölni, velvakandi. Það var Jón Albert. Áfram með Jón Albert með pekkin inn að baka markið. Sendur hann yfir. Sending er langt yfir á Robba. Önnur löng sending á hann Hilmar Benedikt. Robbi komur átt pökinn. Löng sending yfir. Pökkurinn eitthvað óþægur hérna í killunni. Fjölnismenn losa pressuna niður. Klára að taka skiptingu. Og þá kemur Róbert Pálsson. Sendir yfir á Steindór Ingarsson. Hérna er ekki pökinn með. Það er spilað, tekin hybrid kristing hérna. Skot í slá eða stöng. Og hér kemur Styrmi Mokk. Hann er einn. Og skot. Vel var í harnari. Og þá snúma hér Fjölnismenn við. Emil. Lendi bara bang á honum Kára Guðlaugs. Kári Guðlaugs er gerður úr ýmsu. Og það er stór hætta hérna. Hökkurinn laus og menn víðsveri. Einhverju smá stimpingar hérna. Ekkert til þess að æsa sig yfir. Já, eitthvað er menn að æsa sig hérna. Já, ungi menn að missa stjórn á sér aðeins. Jæja, nú er æri verkefni fyrir dómaralegsins að greiða úr þessu. Mér sýnist Ómar Söndursson vera að fara í boxið. Sindri er að leggja niður dóminn. Ég býð spenntur.
Mér sýnist að Ómar Söndrason sé eini maður sem hafi farið í boxi fyrir þessar stimpingar. Og áfram með leikinn, segir dómari leiksins. Það Eskfirðingar sem svona bóta pekkinum út og Fjölnismenn ná hérna fínu potspili hérna. Steindór, löng sending yfir á Hilmar. Hilmar yfir á Róbert. Albert, Róbert. Steindór og Róbert með skotið. Rétt framhjá. Fjölnir ennþá með stjórn á pekkinum hérna. Emma hvað? Já. Róbert með stjórnina hérna. Löng sending yfir. Alltaf að vera á hann Hilmar. Stung og sendingan yfir. Lendir þarna Hilmi í skotfránum með Hilmari, lendir í og Markusi. Það verður ekki verið sérstaklega þægilegt. Kemur Aron. Fara inn. Kemur pekkinu yfir Emil. Hann þeir þvæla hérna Ævar í sundur og saman. Vissaði pökkinn frá sér. Þetta var skemmtilega að spila hjá Fjölnismönnum. Kíkjum á þetta hérna. Nei, þetta er nú bara við fáum uppkast í varnarsvæði sér. Þarna fer dómarinn við. Mikil barda hérna hjá Eskfirðingum að spila manni undir. Emil innan það sendingu. Aron Knúts rétt fipast. Gunnlaugur Þorsteinsson nær pekkinum. Sendur á Níels. Níels sendur aftur á Gulla. Ok, hérna er komin Kristján Róar. Kristján Róar hendir pekkinum bara djúpt niður. Bæði lið fullskipuð. Bjarki sendir á Daniel. Bjarki kemur að sækja pökkinn aftur. Sendir hérna yfir á Sölva Freyr Atlason. Styrmið aftur Sölvi og stungu sending fyrir og mark! Þið sýndist nú í fljótu að þeir pökkurinn hafi lent hann í varnarmanni og farið inn. Já, það er nú ekki ólíklegt. Staðan orðin 2-0. Essir í vil og rétt rúmað 3 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Það eru Eskfirðingar sem vinna þetta uppkast. Bekkinn komið djúpt niður. Viktor Svavar reynir hann á hóttu saman leik. Koma fyrir markið. Aron Knúts sendir pökkinn fyrir og mark! Já, eitthvað hefur hann náð að fipa Ævar í markinu. Leit út næstu eins og sending en var bara skot á markið. Við fáum í endursýningu af þessu. Sjáum þetta hér. Kemur inn og hann tekur bara skot á markið og við sýndist pökkurinn fara hann að blokkarnum hjá Ævari og inn. Já, staðan orðin 2-1. Aftur vinna Eskfirðingar uppkastið. Mílos sendir yfir á Bjarka. Dundur sending á
á Níels sem reynda að spegla pekkinu með Robby. Robby kom pekkinu, Robby er skotið yfir. Pökkurinn berst til Mílosar. Mílos tekur bara lúmst skot alveg fjæst horninu á blálínni. Tvær og 25 kall eftir að fyrsta leikluta. Uppkast í varnarsæði Fjölnis. Það er Fjölnis sem vinnur þetta. Þarna mátti ekki miklu muna. Þetta er Hilmar. Sendir hérna yfir Úlfar. Úlfar hérna á siglingunni. Sendir upp á bláu. Robby, aftur Úlfar. Úlfar tekur bara skotið. Bökkur leggst fram markið. Þorgils snýr hérna hring. Gulli sendir pökkinn. Koma Esseringar. Daniel líka að vandrast með pökkinn á blálínunni, það veit aldrei á gott. Jón Albert. Pökkinn yfir á Kristinn Albert. Það sendir á Emil. Emil tekur pökkinn inn. En við fáum rangstöðu. Það hafi ekki verið vegna þess að Emil sem fór með pökkinn inn var ekki með fullt vald á honum þegar hann fór aftur á bakinn. Við fáum uppkast. Já, það er nú Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Viktor hendi pekkinu bara inn í svæðið Esseringa. Og hér kemur Sölvi, sendir yfir á Kára. Kári hendi pekkinu inn í svæðið, Sölvi eldir. Það eru nokkrir hressir Fjölnismenn mæta honum. Kári heldur pekkinu lifandi inn í svæðinu. Sendir hann yfir á Sölva. Sölvi reyndi stungusund og Axelið, það hefnast ekki. Aron Knútsson í hóðinu. Enginn eftir að fyrsta leikluta. Frá mér Aron Knútsson í allt í öllu. Esseringar násamt stjórna pekkinu með það. Hér er Bjarki, sendir yfir á Kára Arnarsson. Kári drópp pekkinu á Axel. Bjarki rétt mista pekkinu. Fjölnismenn kæla þetta niður og henda pekkinu niður í svæði og taka skiptingu. Esseringar gera slíkt því sama. Til Mílos. Það er hefðið mikill pressu frá honum Jaroslav Sýká. Mílos yfir á Gulla, Gulli yfir á Robby. Hvað gerir Robby? Reynir hann að þvæla. Hann hafði Gullu Þorsteinsson. Já, skot og frákasti. En Arnar Sigurðsson í marki Fjölnis, hann var alveg hress þarna. Varði þetta. Ester við Nautukar, Mílos reynir hérna skot, pökkurinn fer af á honum með Sölva og bara upp í stúku. Pökkur heppinn, nei, hann ákvað að eiga pökkinn ekki og kasta hann bara aftur í leik. Það kom uppkast. Það eru, já, þetta segja að Fjölnismenn hafi unnið þetta uppkast. Kristinn Albert og á Úlfar, en leiktími rennur út hér í fyrsta leikluta. Fjörugur fyrsti leikluti, staðan 2-1 fyrir SR. Það er allt annars. Já, það er allt annað að sjá til liðana í dag. Já, allan til Fjölnis. En við ætlum að taka hér létta pásu, cirka 10 mínútur eða eitthvað. Við sjáumst hér aftur eftir smástund.
Jæja, góð gestir. Nú eru rétt rúmar 2 mínútur þangað til að annar leikluti hér hefst. Klósettin fyrir B-svæðið eru í stúku og klósettin fyrir A-svæðið eru... Tónlistarstjóri kvöldsins, Bjarni Töframaður, lét svoleiðis inn á okkur Green Day og Beastie Boys. Stórgott alveg. En fyrsti leikluti í tölum. Ég er ekki búinn að fá skottölunar hérna til mín á borðið en ég sýnist í fljótu að S-sýningar hafi átt fleiri skot á mark. Svona miðað við mínum talningum allavega. Má nú vona því að skottölur detti inn báðu hverju. Og staðan 2-1 fyrir SR. Ágætis mörk hjá báðum liðum. En eins og ég sagði í miðbik fyrsta leikluta að þá hafa SR-ingar verið sókndjarfari. En það ber ekki að vanmeta Fjölnisliðið. Það eru margir sterkir reynsluboltar þar í liðinu sem að sé þessa stöðu áður. Oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Og alls ekki ólíklegt að þessi leikluti verði töluvert fjörugri heldur en leiklutin á undan. Næsti leikur í Hersdeild Karla. Spilaður eftir viku 7. desember. Skautahöllin á Akureyri þar sem SA tekur á móti SF. Svo koma helgina þar á eftir. 2 leikir í meistaraflokki, annars vegar í karla og hins vegar í kvenna. Þar sem SR tekur á móti SA og Fjölnir tekur á móti SA í Hersdeild kvenna. En nú fáum við hér uppkast miðum ís. Sindri Gunnars hér baðar út höndunum, veifar til markadómarana sem gefa merki. Þá erum við bara klári í þetta. Og það eru S-sýningar sem vinna þetta uppkast. Markus, Bjarki, aftur yfir á Markus. Markus er með auðan ís fyrir fram á sig. Það er skautarinn, langt skot á markið. Það er Axel. Aftur reynaði bara skot. Þröngu færi. Allt í góða með það. Fáum uppkast í varnarstæði Fjölnis. Einhver mannaskipti á S-sýningum. Það er SR sem vinnur þetta uppkast. Axel tekur hann á skot. Það lendir bara í bakinn á Kristjánur Hróar. Sölvi að fýpast aðeins þarna en snöggur á lappirnar. Sindri yfir Kára en hann lendir bara beint þarna í klónum á allnokkurum Fjölnismönnum, þar á meðal Tómas Vídal. Mílos þarna á blálínu við þetta heldur pekkinu minni, hann er hérna í horninu, sendir hérna upp á Kára Arnars. Kári tekur bara skotið. Mílos reynir að spegla hana. Axel með skotina lendir í vörninni. Áfram eitthvað vandræðagangur í vörninni hjá Fjölni. En Aron Knús hendir pekkinu út. Það er Mílos. Stendur Ingarsson fór í pressuna. Setting á Robby og
Þeir speglan áfram, Bjarki, Robby hérna áfram. Hendi pekkirinn niður. Það Viktor Svavars í vélni. Hann fær á sig bara, já, þokkalegasta högg frá minnsta mannum í ísnum en það tóndi honum pundið. Robby, Bjarki. Það Gunnlaug. Gunnlaug nær ekki alveg að stjórna pekkinum. Einhver vandræðagangur með sendingar hjá Fjölni. Heldur meltingar, Daniel. Við erum búin að pakka á Kára, tekst eitthvað illa. Sendingarnar eitthvað að detta út á suður hjá báðum liðum. Hér kemur Styrmir. Fínt færi, eitthvað truflaður. Bakhanda skot hjá Ómar Sundrusinni bara í stöngina. Einhver smá vandræðagangur með að stjórna pekkinum hérna. Markus, Styrmir. Þetta er á Kára, Kári hérna á siglingunni. Hendir pekkinum niður á markið bara. Það Arnar, reynir að stýra pekkinum til sinna manna. Hilmar, Úlfar kemur pekkinu aftur á Hilmar yfir á Jónarberg, skot og það yfir. Kristján Albert, ekki Jónarberg. Sölvi ágætlega að spila hjá þeim Sölva Styrmi. Nei, það var Bjarki, Sölvi og Axel Orangan. Þetta er fínt spil hana. Það var rétt til geti hjá mér með skotfjöldan í fyrsta leikluta. Það áttu SR-ingar 11 skot. Hér fengum við bolta inn á ísinn. Áfram með bolti inn á ísnum. Þetta breytist mjög skyndilega í fótboltaleik. Og ég hérna... Eitthvað hefur boltinn skoppað úr höndum áhorfenda og inn á ísinn. Allt er góð með það, við fáum uppkast í varnarsvæði SR. Og vel útfært uppkast hjá SR-ingum, unnu uppkastið og Axel hann bara strax í skotfæri, lét vaða á markið. Arnar Sigurðsson í markinu var vel vakandi og greip þetta. Aftur sama útfærsla nema nú tók Mílos skotið. Aron Knúts hér á flegi fennir í hornið. Þorgils eftir honum. Aron Knúts nær að snúa hann af sér hér. Bara Axel á sig líka. Eitthvað menn að fara frjálslega með killuna hérna. Emil kemst inn í gegn. Það hann að koma pekkinum áfram. Já, við fáum uppkast í varnarsvæði SR. Já, með skotfjöldan í fyrsta leikluta. Ára 11 skot SR og 7 hjá Fjölni. Og það Fjölni sem vinnur þetta. Viktor yfir á Kristján Hóvar. Þorgils. Kom pekkinum áfram á Sölva en Kökkurinn skoppar hann að bátanum. Kristján Hóvar. Battasending hér. Vel útfært hjá Fjölni hérna. Kemur Sölvi. Reynir hann að fyrir sendingu. Kári. Reynir hann að sendingu á Níels. Hér dæmir
Sindri Gunnarsson handpass. Hann má ekki slá pökkinn til liðsfélaga nema í varnarsvæði. Og ekki á hlutleysasvæðinu og ekki í sónarsvæði. Þannig að við fáum uppkast hér rétt fyrir utan varnarsvæði Fjölnis. Það er Eskeringar sem á stjórn á þessum pökki. Daniel. Sindri yfir á Kára. Kári skautar hérna áfram. Stungu sending á Níels. Það er Robby sem fylgir á eftir. Sendir tilbaka. Níels eftir. Daniel. Það er að halda bekkjunum Mýrisson. Gunnu Þorsteinsson hérna. Miklum hamagangi. Það er Hjaltagir. Nei, þetta eru Úlfar fyrir geði. Daniel hér reynir skoti gegnum Hilmar, en Hilmar tekur pökkina einn á móti markmanni og hvað skýtur í Ævar og Ævar byr. Áfram eru Eskeringar hér í smá vandræðum í varnarsveitingunni hjá sér, en ná að redda þessu. Þetta er eins og Hjaltagir. Sendi kanna beint yfir á Tómas, Tómas. Sendir hérna yfir á Steindór Ingarsson. Hvað gerir Steindór? Sendingin ekki alveg nógu góða staðan hjá honum, hann tók hann á skautana og misti smá stjórn. Fáum hér bara frystingu hjá Eskeringu. Enda pekkinu bara lengst yfir. Og uppkast, já. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Klokkunum bestingum í svæðinu. Robby eltir. Sendir hérna yfir á Jón Albert. Jón Albert sendir lengst yfir. Það er Steindór Ingarsson. Það er Bjarki líka. Hann snýr hann hérna á sér. Alls konar sendingar að gerast hér. Róbert Pálsson sendir tilbaka. Það er Jón Albert. Sendir á Tómas. Hann lendir hérna á honum Styrmi. Aron fekk á sig að Markús hérna. Bjarki er ennþá hér í fullu fjöri. Þátt hann hafi verið tekinn öllu niður. Axel reynir hann að senda á Bjarka. Bjarki er þannig stjórn á pækinu. Sindri yfir Sölva. Sölvi tekur þetta snúning. Á annan. Kári Arnarsson með skot. Hérna Steindór Ingarsson sem varði sig vel. Aron Kúr sendir á Steindór Ingarsson. Og Sölvi. Og skorar! Sjáum þetta hér. Það virðist nú ekkert vera að gera þinn öðru í þessu, en pökkurinn berst til Sölva. Hann hæði taka snúning hér og skila pekkina bara beint inn. Staðan orðið 3-1. Þessir í vil. Það er mjögkast að miðjum. Það eru Fjölnismenn sem ná eiginlega þessu uppkasti og Eskeringar séu með stjórnina Markverðir SF var skorað af leikmanni nr. 18, Sölva Freyr Arnarsyni. og við fáum hérna frystingu. Nr. 23, Kára Arnarsyni. Vinnum við. Já, við sýnist dómari leiksins vera að gefa Robby Sigurðssoni 2 mínútur fyrir slassing eða að slá. Eitthvað farið fram hjá okkur hérna í útsendingunni, en það leikja milli hluta. Það eru Fjölnismenn sem á stjórnin á þessi eftir þetta uppkast. Leikmaður SF nr. 24, Robby Sigurðsson var Steindór, fyrir Róbert, slagsig. Kristján Róbert. Löng sending yfir hér. Hilmar, Steindór.
Stundar hérna siglir í miðuna. Reyna að koma pekkinum ná markið. Kristján aftur að Robba. Steindór hér. Sendir inn yfir á Hilmar. Kristján áfært hér rótinu. Daniel pressar á hann. Úlfar fyrir Kristjáns. Það er Aron. Hann tekur bara skotið og hann verið yfir. Eftir við. Hér nær Gunnlaugur Þorsteinsson. Reynir hann bara skotur heila. Ómögulegu færi. En ógnandi engu að síður. Hér séu Kristján Hróar. Hann tekur bara skotið á Ævar. Bökkurinn fer hérna allan hringinn. Það er Kári Arnarsson og mætir Sölva. Reyna að koma pekkinum áfram. Og það er skot. Lendir hann í varnarvegnum hjá Fjölni. Kári reynir hann að skota út færi. Áfram er mikill darradans hérna í varnarsvæði Fjölnis. Vestfirðingar ákveða að slaka þess á þar sem þeir eru manni færri í 15 sekúndur viðbót. Ná því ekki alveg, eða hvað? Bjarki sendir á Kára. Sending ekki alveg nógu góð. Sölvi sendir yfir á Tómas. Tómas nýðina við. Kári sendir á Kára. Getur orðið flókið að skilja þetta en svona er þetta. Aron hendur Robba. Robbi lítast Fjölnis minna að taka hérna skiptingu. Hér gera stað. Hilmar sendir hérna yfir á Jón Albert. Jón var til siglinn í gegn. Ágætis tilraun hjá Fjölni. Barðum pökk hérna bak við. Mikil barátta hérna. Áfram með pökkinn. Pökkurinn endar hér í höndunum á Styrmi Mokk. Reynir að koma pekkinu framhjá. Tekst ekki alveg. Við fáum fristingu. Auðsendingar sem ná stjórn á henda pekkinu bara aftur í fyrstingu. Bæði lið fullskipuð. Fjölnir er að vinna þetta. Viktor Aron, Kristján Hróar, skot, frákast og mark. Sýndist hann í fljótu að þetta hafi verið Tómas Vídal sem hafi tekið frákast hérna. Sjáum myndin aftur. Sendingin snöggt hér upp á bláu. Tekur skotið. Það er fylgt vel á eftir. Vel útvært hjá Fjölni. Já, mér sýnist þetta hafi verið Tómas Vídal. Úlfar. Og hér er löng sending fram og það er Axel Orogan á fleyjuferð. Reynir að komast þarna fram hjá Jaroslav. Einhver barátta þarna í horninu. Reyndi Kristján Albert að flippa pekkinu fram hjá honum Markusi en það gekk ekki betur en svo að Markus greip pekkin bara. Axel. Þeir reyna að þvæla hér mann og annan.
takt svona næstu því. Kristinn Albert, hann siglir hérna áfram. Níels mætir hann hérna. Það er ekki alveg að kontrollera þetta, en löng sending. Robby. Þetta er hérna á Jaroslav. Robby. Þetta er hérna á Kristinn Albert sýndist mér. Nei, þetta er Sölvi fyrirgefið. Ómar kemur pekkinum áfram. Hér er Danna, og hér kemur Mílos. Pekkinum hent niður í sónið. Gunnlaugur Þorsteinsson eltir. Fyrirgefið það Níels. Þorgils kemur pekkinum aftur yfir á Mílos. Sölvi eltir. Lúmsk fyrirgjöf hjá Sölva. Það vantaði steiningirinn á móti til þess að taka skotið. Kemur Kári Guðlaugsson. Hendi pekkinn bara inn í sónið. Arnar í markinu hjá Fjölni. Pikkar í hann. Markaskorurinn Tómas. Kemur pekkinnum áverðum á Aron. Aron Knúts hér. Við höfum beint á Robba. Robby er inni hérna, langa sendingu. Hann spegla pekkinum hérna yfir á sinn mann Steindór Ingason. Hernaðist ekki alveg, góð tilraun enga það síður. Steindór með pekkin, kemur pekkinu djúpt niður. Mikill sóknarþungi hjá Fjölnismönnum núna. Kemur Ómar. Lúmskot hjá honum Daniel Steinþóri. Áfram eru baráttan að stjórna pekkinum hérna. Kristinn Hrófar sendur yfir á Kristinn Albert. Daniel Sölva eitthvað misheppnast þessi sending. Mikil barátta hérna bakið marklínu. Það eru Fjölnismenn sem komið. Emil missir hérna pekkina það rétt aðeins frá sér. Stungustending niður og hann Hjalta Geir. Kristinn Albert. Áfram með Fjölnir með stjórn á pekkinum. Ja, missa hann það rétt. Jaroslav Alexander með Axel Orran að segja baráttunni við hann. Hjalti sendur á Hilmar. Hilmar hér á siglingunni. Mætir hann 1, 2 og 3 ræðsendingar. Það virðist ekki duga til. Áfram eru Fjölnismenn með einhverja stjórn á pekkinum. Ræðsendingar reyna að koma pekkinum hérna út. Það kemur stíla. Eitthvað falla menn hér hver mann að þveran. Kári Arnarsson í horninu sendir yfir á Bjarka. Bjarki reynir hérna sendir. Hilmar komið pökkinn fyrir Fjölni. Í pökkinn yfir á Róbert. Róbert skuttinn áfram. Tilbaka Hjalta Geir. Hilmar reynir að koma pökkinn á Pétur. Bjarki. Robby spegla pekkinum inn. Arnar hendur pekkinum yfir á Aron. Aron er að reyna hérna að spóla mennuna frá. Hjalti reynir að senda ykkur Robba. Þorgils. Og hann pekkinum hérna áfram á Pétur. Robby sendir hérna yfir á Miloslav. Miloslav er á Þorgils. Við sýnist að Sindri sé að fara að dæma biðdóm hér. Og dómurinn kominn. Já, mér sýnist
Fjölnismenn verða að fá sína fyrstu refsingu í leiknum. Staðan 3-2, 4 mínútur eftir að öðrum leikluta. Það var mjög kast. Bökkurinn eitthvað láti illa hérna. Hoppandi og skoppandi í allar áttir. Kári Arnars tekur bara skotið. Bökkurinn rétt framjá. Axel. Skot framjá. Úrstillaðist eitthvað væntanlega upp. Löng sending yfir á Níels. Fínt spil hjá Esseringum. Skot yfir hausamótunum Arnar í markinu. Ágætis tilraun hérna. Ná speklarskoti, Styrmir, Sölvi, Kári rétt missir á honum hérna. Sending yfir, Axel. Styrmir, yfir á Sölva, Sölvi og mark. Sölvi beint yfir á Kára Arnarsson. Kári Arnarsson þurfti ekki annað en að gera hann að leggja pökkinn inn. Horfum á þetta aftur. Sjáum hér, sendinguna kemur yfir. Þeir ná stjórn á pekkinum hér fyrir á Kára og Kári skilar hann inn. Ágætlega ótvært powerplay hjá Esseringum. Og þá staðan orðin 4-2 fyrir Esser. Og við fáum uppkast. Leikmaður Esser númer 23, Kári Arnarsson sem skoraði mark fyrir Mílos. Esser. Það gerir Mílos. Hann bara leggur undir sér fótinn inn og hann siglir hérna staðar. Steindór reynir hann að sendingu, erfiða sendingu á Steindór Ingarsson, á Kára, á Aron fyrirgjöði. Robby, hann er tilbaka. Hver er að missa pökkinn frá sér strákarnir. Pökkurinn. Berst til Tómas og endur hann til Viktors. Viktor fyrir inn. Áfram Viktor inn. Úlfar tekur bara skotið. Ekki sérstaklega fast skot en hættulegt enga síður. Hér koma Esseningar. Kári yfir á Pétur. Pétur hendur pekkinu bara djúpt í svæðið. Esseningar taka skiptingu. Ætlaði Fjölnismenn að nýta þetta. Dundur sending allir yfir. En þeir náðu ekki sendingunni hvorki Úlfar né Kristján Albert. Rétt rúm 1,5 eftir á öðru leikluta. Uppkast í varnarsvæði Fjölnis. Hér sérkennilegt skopp á pekkinum. Endaði bara beint fyrir frá mark Fjölnis. Styrmir tekur skotið beint á Arnar. Auðveld skot fyrir Arnar að verja. Sá þegar hann pökk allan tíman. Ekkert vesen. Essening var þetta. Alveg eins útfært uppkast og við sáum áðan.
þar sem Kári vinnur uppkastið og sendir pökkin bara beinustu leið og Axel Órangar sem tekur skotið. Hér kemur Aron Knúts, reynan það skot. Enginn að þetta öðrum leikur það. Emil reynar að tróða honum hann inn. Kemur Kári, sendir pökkin áfram. Það er Axel og tekur skotið. Ævar sendir bara langa sendingu beint á Axel. Axel fer inn, snýr innan við. Það er smá misskilningur hann hjá Bjarka og Axel. Róa þetta niður, 20 sendur eftir að leikslótanum. Þorkell sendir pekkinum inn. Það var Níels, eitthvað fipaðist fótur hana. Kemur Kristinn Albert. Ekki nægur tími að öðrum leikluta fyrir hann að taka skot. Þannig að það verður að bíða til þriðja leikluta. SR 4, Fjölnir 2. Við munum, taka hér léttar, 15 mínútna pásu meðan vera að hefla ísinn og maður fæ sér smá kaffi. Sjáumst eftir, rétt innan við 15.
Jæja, góðu gestir. Já, 3 mínútur sléttar, þangað til að þriðji og seinasti leikhljóti byrjar í þessum, já, annars stórfjöruga leik hér á milli Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis. Það er óhætt að segja að hann hefur verið kaflaskiptur. En sem komið er að eru F-sýringar í bílstjórasætinu og hafa, já, verið sókndjarfari, hafa náð að nýta sín færi betur. En Fjölnismenn eru, ef þeir fá tíma á svæði, geta þeir gert ýmislegt. Já, samkvæmt skottölum seinasta leikhluta áttu F-sýringar 2 skot á mark og Fjölnir 1. En það er alveg spurning hvort að sú talning sé sannleikanum samkvæmt. En við látum það eins og margt annað liggja milli hluta. Mér sýnist nú að Emil Ollengård, hann er búinn að klæða sig úr leikmannagallanum og er kominn í þjálfaragalann. Hann ætlar sér ekki að spila meir í kvöld. Hann hefur verið að glíma við, já, þrálát bakmeiðsli í vetur. Þeir vita það sem vita að það getur verið erfitt. Já, nú sýnir mér búið að vera að uppfara hér skottölurnar fyrir annan leikluta og það eru 11 skot SR á móti 3 Fjölnis. Og við fáum uppkast. Það eru Bökkurinn berstinnir í varnarsvæði F-sýringa. Marko sendur að Bjarka. Bjarki er innandi fyrir sendingu. Bökkurinn lendir í hendur á Róberti. Róbert tekur skotið og það er frákast. Það var mjög svo, já, áhugavert frákast frá honum Ævari. Fjölnir hér reyna að koma pekkinum út, ná því. Það er skot og það er annað frákast. Áfram með Fjölnir hér með stjórnarpekkinum. Það kemur Axel nær pekkinum hér, Níels með á honum. Axel reynir að taka skotið þetta eitthvað fipast hann. Fjölnir er ekki að ná alveg að stýra pekkinu nú vel, strákarnir. Bökkurinn berst inn í hendurnar á Robby. Robby leggur af stað. Hann fer inn í gegn. Tekur skotið. Það er yfir. Gunnlaugur Þorsteinsson. Það er að koma pekkinum eitthvað aðeins stjótt þarna. Gengur hálfvilla. Hilmar. Fyrir Fjölnir. Siglir inn áfram. Komið niður í hotn. Reynir að tróða honum hana fram í Ævari. En Ævar vil ekki hafa neitt slíkt. Bekkinum kastaði fristingu. Og við fáum hér uppkast í varnarsvæði SR. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Þetta var lúmst skot frá Jaroslav. Áfram með Jaroslav hér með bökinn. Snýr við og hann Robert snýr síðan við. Sendir hér upp á
Tómas, aftur Róbert. Róbert tekur skotið. Ævar verið þetta vel. Frákastið þarna engu að síður. Það komna Tómas, Mílos, Ómar Sendrusson. Allir að grafa til pekkinum. Daniel Steinþór líka. Hér eru allir komnir í mokstur. Þeir ná nú að koma hérna pekkinum eitthvað. Það áfram mikill barningur með battan. Sindri ákvað að stoppa þetta bara. Uppkast tekki í varnarsvæði Esteringa. Uppkast. Það er úrvæðsannari stjórn á þessu. Kristján Albert reyndi hérna skot og þröngufæri. Aron. Kristján Hróar hann að gefa pekkina bara á ramman. Mikill barningur pekkin hérna. Jón Albert. Reyndi hann að skot en pekkur fer hátt og langt yfir. Aron. Þannig að koma pekkin hann niður. Kári. Hundur yfir á Kára Guðlaugs. Kári Guðlaugs sendir hana langa sending á Axel. Axel nær að koma pekkinum inn. Fyrir einhvern daldur. Kemur Kári Guðlaugs. Skot. Arnar varði þetta. Áfram mega Fjölnismenn í erfiðleikum með að koma pekkinum út á sínu svæði. Steindór Inga lætur bara pökkinn vaða á Ævar. Bjarki snýr Steindór Ingason af sér. Fyrir bak við markið. Kemur Bjarki. Sendi hér. Yfir á Níels. Yfir á Robby. Aftur yfir á Níels. Hvað gerir Níels? Skot. Lendi þarna í Arnar í markinu og framhjá. Aftur færi. Og Robby. Robby Sigurðsson þakkar Pent fyrir sig og skýtur þarna undir hendurnar á honum Arnari. Við sjáum þetta hér aftur. Það er skoti hér. Robby lúrir þarna á miðunni, alveg óvaldaður. Og lætur vaða á marki og skorar. Breytir stöðun í 5-2 fyrir SR. Og rétt tæpar 5 mínútur liðnar á þriðja leikluta. Það eru Fjölnismenn sem náðu þessu. Það er Róbert. Siglirna fram. Það er að snúa af sér Styrmi. Fingrar þarna baka markið. Hérinn er að komast í gegn og ná því. Fast tekið á móti. Það er nú engin smá smíði í vörn Esteringa. Mílos Stavrasanski búinn að lyfta grimmt á meðan hefur ekki getað spilað hockey. Sólar með pökkinn alla leið. Tekur skotið. Arnar rétt náðu að stoppa pökkinn. Það er Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Kristján Hróar. Við erum á Aron Knúts. Aron Knúts kemur hérna á flegiferð. Daniel á mótunum. Aron framjá. Pökkurinn laus fyrir frammarkið. Það kemur Sölvi, tekur pökkinn. Sendir hérna yfir á Axel Orogan sem kemur inn. Það fer framjá, reynir skotið, það fer framhjá. Hátt yfir og framhjá. Áfram eru Fjölnismenn að ná stjórn á pökkinum en já, Esteringa líka reyndar. Úlfar sendir á Róbert. Hann
kemur Robert. Hann með ísinn fyrir fram að sig. Hann siglir bara hérna í gegn. Það að koma pekkinu djúpt niður. Það Steindór Ingarsson. Gerir Steindór. Sendir pökkinn fyrir. Þar var Drew Byron. Náði ekki alveg að sjá nafni á honum. Níels. Og hann leggur af stað. Bakkarta sendi Geri yfir á Robby. Robby tekur skotið og framhjá. Níels aftur niður. Pétur yfir á Níels yfir á Robby aftur. Robby aftur Níels og skot á framhjá. Reð framhjá fjærstönginni. Markus endir pekkinu niður. Robby lætur hann fara. Níels lætur hann líka fara. Viktor Sava sendur og kom pekkinu áfram á Steindór. Gengur hálf illa. Engin fristing. Ævar sendir langa sendingu yfir á Robby sem dömpar pekkinu eiginlega bara á markið. Fyrir koma pekkinum út. Sölvi eltir hérna Þorgils. Þorgils með pekkin. Hendur yfir á Mílos. Mílos með sendingu beint á Styrmi. Darra dansur frá markið hjá Fjölni. Með Tómas. Þeir ná að spila sig hérna í gegn. Reyna hann að skoti, hann lendir í vörðin hjá sér. Styrmi náði ekki alveg sendingun á Daniel. Það reynir hann að skot. Kemur pökkinum yfir. Það Kári Arnars mættur. Reynir að sipa pökkinum yfir og fram Jároslav. Hann kemur Jároslav. Hann kemst inn í gegn. Tekur skotið rétt fram hjá. Aron. Kári Guðlaugs reynir að chipa pekkinum hana á hann Axel Orogan sem lúrði hana á miðunni. Sendi ekki núna á kvæm og pökkinu rúllaði út í enda og við fáum fristingu. Fjölnir vinnur uppkastið. Aron Knúts. Laust skot. Hann fór nú bara rétt fram hjá Ævari. Áfram pökkurinn laus hann fyrir fram markiseringa. Pökkurinn ennþá laus. Esteyringar ná að koma pekkinum út. Axel. Þannig að koma pekkinum hann fram hjá Robba en textið það. Daniel. Sendir pökkinn tilbaka. Axel. Tekur skoti bara. Pökkurinn skoppar hann fyrir fram mark Fjölnis. Löng sending á Aron. Kristján Albert lúrir hann. Mikil vinna í vörninni hjá Össeringum. Kemur Markus. Reynir að sending á Styrmi. Lendir hann í Fjölnismönnum á leiðinni. Kemur Bjarki. Hann leggur í hann. Mætir 4 Fjölnismönnum hérna. 5. Löng sending yfir, endar í hendum á Markusi. Markus tekur skoti bara. Aftan var pökkurinn laus fyrir fram markið. Varnarmenn Fjölnis höfðu góðar gætur á honum Bjarka sem lúrði þarna fyrir framann. Gáði honum fáfæri. Viktor. Kemur siglandi með kantinum. Kemur pekkinum inn í svæði. Þar mætir Þorgilssonu.
Ágætis fyrirgjöfuna lenti beint í höndunum á Níels. Kemur Milos. Sendir á Gulla og Gulli tekur skoti. Mér sýndist Arnar verja þetta með kylfuendanum. Kemur Hilmar. Reynir hann að skot. Nær ekki. Nær aftur. Pökkurinn laus. Það er Gunnlaugur Þorsteinsson sem nær pekkinum. Sendir á Daníel Steinþór. Daníel Steinþór tekur bara skotið á ramman. Lendir hann í hliðin á markinu. Hann er ennþá í baráttunni hérna. Kemur Jaroslav. Hann skautir hann áfram. Fram með 1 og 2. Hann missir pökkinn. Kári Guðlaugs. Daniel Styrmir. Sendir á Daniel Steinþór. Pétur. Biður Amstaða. Jaroslav. Það er Jón Albert. Löng sending yfir. Daniel Steinþór bara pekkirinn niður til. Bjarki. Það var Pétur. Pétur sendir hérna lúmska sending á Kára Arnarsen. Ekki alveg nóg nákvæm. Þeir Sölvi. Freyr Atlason mættur. Sendir yfir á Axel. Axel er sendingu aftur á Sölva. Það voru Fjölnismenn mættir þar í vörðina. Kemur Kristján Albert. Hann er nú að komast inn í gegn. Aðeins stoppar á hann og Kára Arnars. Aron Knút sér með pökinn. Drew. Aftur Aron. Það er ekki skot, þröngu færi. Og það leggur Markos á stað. Sendir hérna yfir á Axel. Axel leggur á stað. Beint á Sölva. Sölvi komin inn. Reynir að senda pökki fram hjá Viktori. Viktor snýr hérna. Kára Arnars af. Nær pekkinu með Aron. Aron hendir pekkinu bara í burtu. Og siglir niður. Það er engin frysting. S-eringarnir skautuðu ekki nóg. Hér er Milos sendir í lappinnar á Steindór og Inga. Og Fjölnismenn á hana ennum viðsnúning. Kristján Hróar hér baráttan í hóndinu. Nú fara menn í mókstur bara. Já, Kristján Hróar hérna baráttunni. Og þá kemur Milos. Hann leggur af stað. Sendir á Gunnlaug. Gunnlaug skýtur bara. Níels er lúrir hérna fyrir framann. Jaroslav. Sendir yfir á Steindór. Steindór hérna. Flugsendingu á hann Hilmar. Löng sending þvert yfir á Engan. Það er Kári Guðlaugs. Tómas. Eru Fjölnismenn. Róbert. Skot. Vel varið hjá honum Ævari. Sá þetta svona á seinustu stundu. Ómar. Styrmir. Sendir hérna yfir á Pétur. Pétur. Skot. Vel varið hjá Arnari. Fínt spil hjá S-eringum. Það eru Fjölnismenn sem ná þessum pekki. Það er Róbert. Sendir yfir á Úlfar. Úlfar leggur á stað. Sendir yfir á Aron. Aron kemur hérna áfram. Axel. Kemur pekkinn yfir á Kára Arnars. Kári hérna á siglingunni. Hann reynir hann að skot. Erfiðu færi. Pökkunum komin aðtali hinum megin. Það er Aron Knúts mættur. Markus. Ping-pong sendingar á milli Axels og Bjarka og Bjarki tekur skotið. Arnar ver.
Bjarki hér ennþá. Kemur yfir á Níels. Níels sendir á. Og mark! Lista vel spilað hjá Esseringum. Við sjáum hann þetta ekki hér. Sjáum við hvernig koma bekkinum inn. Bjarki heldur bekkinum alveg við bláu. Kemur bekkinum á Níels sem kemur á Kára og Kári skilur honum inn. Vel spilað, vel spilað. Esseringar eru konum með 6 mörk á móti 2 hjá Fjölni. Þetta er orðinn þungur róður hjá Fjölni. Það er Fjölni sem vinnur samt þetta uppkast. Róbert reynir hann að sendingu inn. Sendingan að ganga hratt manna í millum hér. Viktor, Hilmar. Viktor hér er komin á siglingu. Með hann með Steindór Inga. Steindór reyndi hérna skoti gegnum lappinnar á Þorgils en það er gekk ekki alveg. Gunnlaugur komin á siglinguna. Þorgils með honum. Robby, skot. Marið og mark. Mér sýnist að Þorgils hafi skotið pekkinum inn hjá Arnari bara í bakið á honum og inn. Við sjáum þetta aftur hérna. Það tekið skot, hann kemur náttúr, hann skýtur og meila bara aftan í hann og inn. En það er fullkomlega löglegt mark. Nú er staðan orðin, 7-2. Ja, 6-2 fyrirgefið. Eða hvað? Ég er alveg búinn að missa töluna hérna. Og við höfum uppkast. Enn og aftur er það Fjölnismenn sem vinna uppkastið. Esseringar skiptu markmann. Fyrir SR var skorað leikur nummer 40, Þorgils Máni Eggertsson. Esseringar hér setja Aron Levi Beck í markið og halda áfram hér. Bullandi sókn á öllum köntum. Kári Guðlaus komir hérna, missir killuna hér upp í loftið. Það er sótt á honum. Og pökkurinn fer út úr svæði. Engin frysting. Daniel sendir hérna. Gunnlaugur siglir áfram. Hendir pekkinu hérna, hátt og langt yfir. Það er Robby. Robby sendir pökkinn djúpt niður. Aron. Hér fóðu dóm. Já, mér sýnust Gunnlaugur Þorsteinsson verið að fá 2 mínútur fyrir að karrækja. Eða hooking, eins og við segjum á fagmálinu. Þannig að Fjölnismenn fá hér 2 mínútur, manni fleiri. Og það verður, án efa, fróðlegt að sjá hvernig Fjölnir ætlar að spila úr þessu. Úlfar í uppkastið á móti Sölva. Það eru Esseringar sem ná sín megin, það er Fjölnir sem er stjórnan á pekkinu. Róbert, Steindór. Róbert aftur. Niður. Þarna var hann. Kristján Albert hindist mér. Sendi yfir Róbert, það gerir Róbert. Sendir hérna, reynir að senda ykkur Steindór. Kristján Albert, bara þannig við 2. Hér er Axel komið með pökkinn, hann er komin á siglinguna hérna. Bjarki með hann á fjær, sendi ykkur á Bjarka, hvað gerir Bjarki? Bjarki skot og yfir. Pökkurinn er laus. Axel fer bara út úr svæðinu.
Það Sölvi sem eltir hann. Í bökkin yfir. Það Aron Knútsson. Hann fer bara inn í svæði. Hvað gerir Aron? Tekur skotið. Fín vörn hjá honum Markus í hérna. Læðir bara Ævar leist ekkert á þetta. Stökka pökkinn eins og tíkur. Já, Aron segi ég. Levi. Ekki Ævar. Ævar komin á bekkinn. Fjölnir vinnur uppkastið. Og það skot. Hér Styrmi Mokk komin á fleygiferð. Aron nær samt bekkinu. Tómas. Yfir á Kristján Hróar. Kristján reynir sendingu á Aron. Bökunum komin í hendurna Kára Guðlaus. Kára Guðlaus hendir bekkinu bara hátt og langt yfir. Bara til að drepa tíman. 20 sekundur eftir refsitímanum. Drew sendir hérna yfir á Hjallager. Enn og aftur baráttan í báttan. Róar, Viktor, Hjaltageir. Nú þessir spila SR-ingar fullskipaðir. Þeir henda pekkinu bara á markið. Mikill kiljusláttur hérna, kiljuslagur. Jóhammar sendir pekkinu yfir. Hjaltageir. Kemur Axel á siglingunni gegnum alla hérna. Hvað gerir Axel? Lendir hérna í varnarvegnum Róberti. Skot! Hátt yfir. Dundur skot hjá Daniel og Dúma. Axel róa leikinn niður bara. Styrmir. Níels. Viktor fyrir Fjölni. Skopla pekkinum yfir. Kristinn Albert. Pétur Mokk mætir hann. 1,5 eftir. Aron reynir að koma pekkinum áfram en gengur erfilega hjá þeim að spila út. Pétur næði stjórn á pekkinum mína. Pétur fyrir markið. Hann kominn hér. Hvað gerir Pétur? Tekur skotið. Framhjá. Pekkurinn ennþá í leik. Kári Árna setur pekkinum niðri. Jóhammar. Kemur pekkinum yfir að Bjarka. Skot á Kára. Kári skot. Pökkur laus. Afar áhugavert frákast þarna. Þorgils. Pétur reynir hann að skot á bakhöndina. Úlfar reynir að koma pekkinum á Kristján Albert. Aftur Úlfar. Þetta Róbert. Gerir Róbert. Nýðu upp. Hann koma pekkinu fyrir markið. Hengur það. Benedikt. Hann koma pekkinum út. Mikið alls konar bakhandasendingar sem skila engu. Sölvi róar það bara niður. Reynir hann að langa sendingu yfir á Daniel Steinþór. En leiktími rennur út. Staðan í leikslok 7-2 fyrir SR. En það má alveg segja það að þetta var allt annað leikur hjá Fjölni. Allt annað leikur hjá Fjölni í dag heldur en fyrir hálfum mánuði síðan. Eins hafa SR-ingar náðu að stilla sinn leik mjög vel saman. Næsti leikur í Hestheild karla leikur Skautafélags Akureyrar á móti Skautafélag Reykjavíkur. Nálar Akureyri 7. desember klukkan 7:30.
19:30. Ég hvet alla til þess að annarkvort að stilla inn á útsendinguna hér eða jafnvel bara skella sér norður, hver veit. Ég heiti Helgi Páll Þórðarson og hef verið að lýsa hér atvikum og það er Jóhann Tyrone sem er búinn að vera hér á myndavélinni. Við þökkum kærlega fyrir í kvöld og þangað til næst. Takk fyrir og góða nótt.